Já, atkvæðaseðlarnir eru tilbúnir og nú dreifum við þeim. Og við rifja aðeins upp hvað við erum að fara að gera. Við erum að fara að kjósa einn meðstjórnanda sem á að vera meðstjórnandi til eins árs. Og á A er þarna Brynhildur, B er Frímann, C er Guðmundur, D er Karl og E er Ægir. Og það er sem sagt á að kjósa eitt af þeim. Jú, þá krossa bara, hvað sér fyrirgefðu. Heyrðu hérna, Bára, stendur á atkvæðaseðlinum að sé verið að kjósa til 2 ára? Já. Já. Ok, heyrðu, getum við hérna horft fram hjá því, það er að segja, við erum að kjósa meðstjórnanda til eins árs. Það var því miður fór óvart á seðilinn. Allir með það á hreinu, við erum að kjósa til eins árs, getum við sætt á það að við notum þess atkvæðaseðla. Já, ok. Þá kjósum við meðstjórnanda til eins árs. Þá söfnum við saman seðlunum. Eru allir búin að skila kjörseðlum? Já, enginn situr með, þá förum við og teljum. Jæja, kæru fundarmenn, það er úrslit. Hljóð í salnum. Það er eins og áður, það er 2 seðlar auðir. Það er Brynhildur Artúrsdóttir, hún hefur fengið 32 atkvæði. Það er Frímann sem fékk 18 atkvæði. Það er Guðmundur, hann fékk 13 atkvæði. Og það er Ægir sem fékk 13 atkvæði. Það er Karl sem fékk 7 atkvæði. Og það er Brynhildur sem hefur kosið meðstjórnandi til eins árs. Já, þá við höldum áfram, reynum að klára þessar kosningar og við förum í kaffi. Það er þá, við erum komið, það er kosnið 3 varamanna til eins árs og í framboði eru hér, það er Frímann Sigurnýjarsson, það er Hjördís Anna Haraldsdóttir, það er Guðmundur S. Jónsson. Eru fleiri framboð?
Frímann gefur ekki kost á sér, dregur sitt fram og tilbaka eða gefur ekki kost á sér, hvernig sem það er. Eru fleiri? Við þurfum að hafa 3, á kjósa 3, svo að nú þarf nú salurinn að koma með allavega einn í viðbót. Ja. Ég skora á Frímann að endurskoða þetta. Það er skora á því Frímann að endurskoða þetta. Hann hafnar því endurskoða, vill ekki vera í frambúði. Okkur vantar einn hér sem varamann. Ægir tekur áskorun. Ægir tekur áskorun. Má kannski skrýta að spyrja áfram, eru fleiri í frambúði? Fyrsta, Anna og þriðja, þeir eru sjálfkjörnir. Þá ætla ég að biðja Jón Þorkelsson að koma hér og lýsa kjöri eða uppstillingu til skoðunarmanna og laganefndar. Gjör svo vel, Jón. Sér voru ekki skoðunarmenn og ekki kjörnefnd, laganefnd bara. Uppástungur kjörnefndar til skoðunarmannareikninga eru Daniel G. Björnsson frá Heyrnarhjálp og Sigurður Rúnar Sigurjónsson frá SÍBS. Varðandi laganefnd, þá er kjörnefndin í smá vanda eins og er. Í fyrsta lagi ætlum við að biðjast afsökunar á því að hafa ekki haft samband við alla þá sem voru settir á listan. Það eru náttúrulega mistök og ekki fyrirmynda vinnubrögð. Við verðum bara að viðurkenna það. En kjörnefndin leggur eftirfarandi til í laganefnd fyrirgefiði. Það er Björn Ólafur Hallgrímsson frá SÍBS samtökunum, Guðmundur S. Jónsson frá félagi lesblindra á Íslandi, Ólína Sveinsdóttir frá Parkinson samtökunum. Síðan vorum við með 2 aðra aðila sem hafa dregið sig í hlé. Í staðinn fyrir annan þeirra stingum við upp á Pétri H. Ágústsinni frá FR félaginu. Pétur Ágústsson. Hann er ekki frá FG. Ég get ekki lesið skriftuna mína, það er vandamálið. NG fyrirgefiði. Í laganefnd vantar þá 1 aðila og kjörnefnd ætlar að vísa þeim vanda yfir á Guðbjörn búinn að draga sig í hlé. Kjörnefndin ætlar að vísa þeim vanda yfir á salinn. Ég ætla að leyfa mér að vekja athygli á því að það er svolítið karllæg slagsíða á þessari nefnd. Vantar góðan aðila í hana. Þá vantar 2 aðila í nefndina og ég held að ég væri bara að vísa þessu vandamál yfir á salinn. Takk. Já, þá hefur Jón lýst þessu fyrir okkur. Við byrjum á því að kjósa 2 skoðunarmenn og þar voru tilnefndir Daniel G. Björnsson og Sigurður Rúnar Sigurjónsson. Eru fleiri í boði? Já. Sem skoðunarmann. Hvað er þessi Gyða? Fríða. Bragadóttir, hún gefur kost á sig skoðunarmaður. Já.
Lauf, eru fleiri framboð til skoðunarmanna? Fyrsta, annað og þriðja. Og þá verðum við að kjósa það. Það eru sem sagt, já, við þurfum að setja Fríðu upp. Herru, þá var sem sagt að kjósa tvo og hér er í boði Daniel G. Björnsson, heyrnarhjálp, það er Fríða Bragadóttir, Lauf og það er Sigurður Sigurjónsson, SIBS. Og við erum farin að dreifa kjósennum. Við erum orðin vöndu vinna. Það er sem sagt að þá að kjósa tvo af þeim þrem. Já, það var spurt hvort þetta verið kynning. Finnst ykkur, ef frambjóðendur fara fram á til þess að gæta jafnræðis, fara frambjóðendur fram á það að fá kynna sér? Þess vegna spyr ég. Það tekki kynningu? Nei. Fríða, vilt þú fá að kynna þig? Nei, þú kemur hér upp. Halló, kom upp. Nú, jæja. Og Sigurður, hann ekki á... Hann í veikindafríi. En við höfum fengið standa upp, Daniel stóð hann upp og Fríða stóð upp og Sigurður í veikindafríi. Búið að dreifa kjörseðlum? Já, það er sem sagt Daniel er A, Fríða er B og Sigurður er C og kjósa núna, kjósa tvo. Kjósa tvo. Búið að kjósa, allir búin að kjósa, enginn með seðilinn hjá sér, þá förum við og teljum. Þið veltið fyrir ykkur á meðan hver það vantar í laganefnd hér á eftir.
Jæja, kæru fundarmenn, okkur sæti, þetta var aðeins flóknari talning heldur en áðan, en það komnar niðurstöður. Það voru 84 sem greiddu atkvæði, það voru 2 seðlar ógildir og 4 seðlar auðir. Það Daniel sem fékk 66 atkvæði, það Fríða sem fékk 49 atkvæði og það Sigurður sem fékk 41 atkvæði. Það að segja, það Daniel og Fríða sem eru réttkjörnir skoðunarmenn. Jæja, þá er það laganefndin og það er eitthvað vandræði þar kannski, við ætlum að fletta henni upp. Já. Hér eru komnir fram Guðmundur S. Jónsson, Ólína Sveinsdóttir og Pétur H. Ágústsson. Það vantar sem sagt 2 nöfn í laganefndina. Hérna, já. Já. Mikrofón. Aðeins. Það verður að fá það hérna inn á Herðu, kjörnefndin var að bent okkur á að verða að skoða með kynin, þannig að ég ætla að stinga hér upp á 2 nöfnum. Það Erna frá Spóex-samtökunum og Ágústa Eir Gunnarsdóttir frá Fjólu. Þær hafa báðar setið í laganefnd fyrir, 3 árum? Eitthvað svoleiðis. Þannig að ég ætla að stinga upp á þeim 2. Ágústa Eir Gunnarsdóttir og Erna Arnljótsdóttir. Arngríms, fyrirgefðu. Ágústa situr hérna á borðinu hjá mér og Erna hérna rétt hjá mér. Herru, það hjá komið uppástunga Ágústu og Ernu til viðbótar. Eru fleiri uppástungur í laganefnd? 1., 2. og 3. Það að segja að það sjálfkjörið í laganefnd. Hvað haldið að taki nú við? Það bara kaffi, af því að við höfum ákveðið að bíða með að kjósa í kjörnefnd þangað til og eftir. Það kaffi. Gjör svo vel. Kaffitími milli 10 mínútur og korter.